Ert að hlusta á Talaðu við mig á Samstöðunni. Talaðu við mig. Jú, komið sæl og blessu og verið velkomin í þáttinn Talaðu við mig á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Ég heiti Álfheiður Karlsdóttir. Ég heiti Emilía Bergsdóttir. Og í stúdíóinu í dag erum við með ekkert eðlilega góða gesti. Ég ætla bara að kynna þig inn. Því það? Já. Hann er ungur, hann er ferskur, hann er cult classic, hann er snappari, hann er áhrifavaldur, hann er leikari, hann er tónlistarmaður, listamaður, ástarsérfræðingur og margt fleira. Hann er Aron Goddamn Mola. Damn! Ok, ástarsérfræðingur er geðveikt. Já, ég ætla að henda mig strax í næsta, Hún er ung, hún er fersk, hún er leikona, hún er nett, hún er falleg, hún er heit, hún er fræg, hún er rík, hún er gælla, hún er fyrirmynd, hún er Unnur Goddamn Backman. Okay, the shade is going up. Já. Oh my god. Hvað fannst ykkur með þessa kynningu? Ég er bara Mér finnst það mjög næs en flattered. hún fekk heit, ég fekk ekki... En þú veist ástarsérfræðingur, ástarsérfræðingur, Það er basically Hvernig er ég saman ástarsérfræðingur? Ég er mjög forvitin að vita hvernig Mjög forvitin að vita hvernig fyrir það. Líka Ég hvernig er bara að hafa my sources, Það er að ég var að skilja á tvö börn og... Já, þú gengi ekki 33 ára, tveggja barna nýskilin. Sérfræðingur í ástum. Já, Maður er sérfræðingur maður skilur, þá Já. veit maður, þú veist hluti sem við einn veitum ekki, I can tell you all about it. Það er svo veitum að gera Það vil ég þetta. vita. Shit. bara segja okkur allt. Er það samt að þú og Joey Christ voru saman, eða? Já, hérna, þetta er rumors. Ég verði að fá að vita það, Já, þú heyrðir það? Já. Að við hefum sem sagt, ástæðan fyrir skilnaðinu mínum var að ég og Joey Crest hefum verið að sofa saman og að fyrirvændi hefði labbað inn á okkur væntanlega. Heldur betur. Já. Er það satt? Nei, það er ekki satt. En myndir? Fuck, rumor debunked. En rumor debunked, en ég hérna, crazy rumor. Það var ekki insane rumor. Þú var samt bara eitthvað á einhverjum tímapunkti bara eitthvað, já, fuck it. Já, ég og Jói vorum að dreifa þessu þegar við heyrðum þetta líka. Þá vorum okkur fast að fyndi að við vorum bara eitthvað, Já. þú veist, keep it going. Það Já, heldur já. okkur in the limelight, sko. Ég heyrði nefnilega annan, eiginlega verri rumor sem að var að þið, þetta væri ekki satt, en að þið væru brjálæðir yfir þessu. Ó, að við hefum verið brjála reyðir yfir þessu. Já, yfir þessum rumor. Sem Nei, er sko, eiginlega verra fyrir ég var, ykkur. þetta sko, fyrir mitt leiti, það var annar rúmur fyrst. Það var, sem sagt, vinur minn, ég og Hildur hérna erum búin að taka ákvörðun að skilja og það vita þetta svona 4 vinir mínir at that time. Og einn vinur minn er á UFC bardaga. Út í Bandaríkjunum? Já, bara úteikstar í Bandaríkjunum eða einhvers staðar í London eða eitthvað. Og hann hringir í mig og segir að gæi sem var með honum, bara annar íslendingur sem hafi verið þarna, kemur upp á honum og segir, er þetta rétt sem að ég var að heyra með Molan? Og hann hugsar bara að ég er nýbúin að segja honum að við varum bara að hætta saman, skilja. Og þá segir hann bara, já, þetta er satt, en fast mjög áhugavert að þessi einstaklingur vissi þetta, því að ég var nýbúin að segja hann bara, það veit þetta enginn. Einmitt. Og hann bara eitthvað hringir í mig og segir bara eitthvað, og árna gerist þá, segir hann eitthvað, já, er þetta satt núna? Og hann eitthvað, já, þetta er satt, hann eitthvað, shit, maður er alveg ruglað, maður, ég vissi ekki að rúlaði svona maður. Og þá er hann Oh my eitthvað, god. byrju, hvað satt, segir ég. Og þá segir hann eitthvað, að kona sagði labbað inn á hann með öðru manni. Það er svo Og hann er eitthvað, what? Nei, það er ekki satt. Og svo hringir hann í mig og segir bara eitthvað, þetta er einhver saga sem er að ganga og ég er eitthvað, fyndi að þetta sé ganga þegar enginn veit af hverju er þetta að ganga þegar enginn veit að við vorum að skilja og akkurat þegar við erum að skilja þá kemur þessi rúmur og ég bara eitthvað, já, ok og ég hló bara með fyrst að geta fyndi og ég hringi í Hildi og segi þetta, henni fannst það ekki fyndi Ok. svona, hún var bara eitthvað, herri, mér veist að þetta er bara, þú veist, það þarf að leiðrétta þetta þetta er skrítið og ég var eitthvað, já, eða hvað ég leikar þetta svona gott fyrir lórið mitt Algjörlega, að vera eitthvað nefnilega, svona, hann er frjáls fucking crazy og líka hversu crazy þarf það að vera hversu crazy, því ég hugsa þetta frekar bara hversu mikill áhættu seggur ertu Já. ef þú ert nummer 1 í sambandi með konu og átt 2 börn með henni
og ákveður að sofa hjá manni heima hjá ykkur vitandi það að hún gæti komið heim any minute. Já, og maðurinn bara Joey Christ. Nei, ég hef aldrei, já, mitt. Ég segi bara Ég hef aldrei skilið líka, sko, þetta að, þú veist, fólk sem heldur framhjá in the first place, þú veist, whatever, það er eitt, skilji. En að gera það svona Já, er bara, heima hjá þér eða eitthvað svona, you gotta be, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað að. Já. Þetta er meira hugrekki en framhjáhald fyrir mér. Já, akkurat. Það bara Þetta er eitthvað þetta meira- Þetta er hugrekkur einstaklingur sem gerir þetta. Það er bara Já, bara props to you. props to you. Já. Þú áhættu sækir. Dansandi á línunni hana. En svo heldur þetta áfram eitthvað og við erum hérna, þú veist, og þetta gengur eitthvað, þú veist, þarna þetta sumarið, síðasta sumar og fólk alltaf að koma eitthvað að spyrja og ég er eitthvað bara, þú veist, leiðrétt það en segi bara að þetta sé fyndið og mér sé alveg sama. Svo kemur bara hérna á beauty tips, kemur bara hérna svona anonymous postur bara eitthvað, þú veist, voruð þið búin að heyra ákveðin leikara eitthvað sem að heitir eitthvað bla 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 og hann hafi verið að bla 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 og sko kommentin það voru svona, ég veit ekki 100-200 kommentar sem fólk var bara eitthvað pa. Svo er eitt komment sem bakkaði mig upp sem var bara eitthvað, herru, ég þekki nú hennan mann Og var persónulega. það anonymous líka? Það var líka anonymous, en það var bara ekki, ég þekki hann persónulega og ég er bara mjög náinn vinur og eitthvað svona vinkuna og bara veit allt um þetta og þetta er ekki satt. Og þá hringir Hildur í mig og segir bara eitthvað, þú veist, þá skil ég ástæðuna af hverju að henni fannst ekki gaman. Þetta kemur náttúrulega líka illa út fyrir hana og þetta, þú veist, Já, auðvitað. Já. ég var ekkert, mér fannst þetta bara fyndið, genuinely fannst þetta bara fyndið og þú veist. Já, því líka, þú veist, þetta er eitthvað svona, þetta fjallar um þig, Þetta skiptir ekki máli, því að og fyrir fólk- þína já. parta þá er þetta ekkert mál, en svo tengist þetta líka öðru fólki. Já, Þú því veist, að ef þú ætlar að láta svona hafa Já. áhrif á þig til langs tíma, þú veist, af því að ég veit sannleikann, Já. hún veit sannleikann, ég veit hvað gerðist, ég veit, þú veist, það er fullt af sögursögnum, fullt af fólki. Algjörlega. Þú ætlar að Já, leifa auðvitað. því að naga því og býta, þú veist, let them, bara leiðum að bladraðum því sem ég öfult. Já. Ég veit hvað gerðist og ég veit hver ég er, en leiðum að byrja að hafa áhrif á hana, þá var ég svona, ok, þá er þetta, og þetta byrja að Já. áhrif á fjölskylduna, Já. þá þarf ég að fara svona, ok, þá er þetta ekki sniðugt lengur. Einmitt. Nei. Af því fólk var líka bara fulli að trú, þetta var alveg bara svona, Já, þetta er var- Mér finnst þetta svo fyndið að heyra Já. þetta, skilur, Já. að því, þú veist, við vinir móla erum bara eitthvað, já, þú veist, en, eða skilur, maður bara veit, skilur, að því ég Já. bara veit nákvæmlega hvað er í gangi, Já, einhvern veginn, já, þú veist. Ég vissi að þú og Hildur væru að hætta saman alveg frekar snemma og eitthvað, en þú veist, alla svona kjaftasögur, þú veist, ég get ekki séð fyrir mér scenarióið, það sem fólk situr saman Nei. og er að pinga þessu eitthvað á milli sín, Einmitt. eða fatti, Nei. ég bara, ég veit það ekki, þekkjandi Aron og Jón Kristoffer, Svo komst ég að því, sko, hver þetta komment var, þetta var vinur minn. Ó, ok. sem var anonymous. Já, þetta sko, hann sá það, því þetta er bara, það getur bara konur verið á beauty tips, sem sagt, þetta er bara fyrir, Ég sé svo eftir að hafa farið út beauty tips. Ertu Ég farin fór út? úr beauty Ég skal tips fylgja eftir Já, í það er MR, Stór mistök. en þú getur ekki farið aftur inn, sko. Nei. Akkur ekki. Nei, af því það er bara, þú veist, það er ekki hægt að komast aftur í beauty tips ef þú ferð út Úr úr beauty beauty tips. tips. Já. What? ok. Ég fór úr beauty tips fyrir svona 10 árum eða eitthvað. Af hverju? Og af því ég bara eitthvað, ég man ekki svona af hverju, þetta var bara eitthvað, mér fannst þetta farið að vera svolítið gali. En nú er þetta alveg bara svona, þú veist, núna er þetta bara sjúklega áhugavert, það er bara sjúklega gaman að fylgjast með Já, Já. sittum sem fólk er að pósta það. Já, einmitt, já, þetta er alveg sund bara og vitleysa. Við vorum að reyna, eða Álfið var að reyna að finna eitthvað slúður um ykkur á beauty tips þaðan er það? og Já. það eina sem var kom Stemming. þú var eiginlega Það Ertu eina með sem- eitthvað slúður? Já, en nei, Leifur? það var ekki slúður, það var bara mynd af þér og stóðum þetta bara shit hvað hann er sætur og ég er totally að fara á þessa tónleika, þú varst örugglega að auglýsa einhverja tónleika. Var ég að tónleika? Var Já, ég- nei, ég veit Fyrir ekki. hvað mörgum árum Þetta var nefnilega 2017. Já, Já, ok. ok, damn. Það var eina sem ég fann, Já. sko. hann er totally sætur Var sagði það hann. crazy ef ég var eitthvað Totally svona, sætur. viti eitthvað um þennan mann. Það sé það, það er eitthvað önnur síða. Það er eitthvað önnur síða. sem er Já, svona- það sem að konur eru að... Já, konur setja inn einhverja gauðra. eitthvað. Var eitthvað Já, svona, já. Ég var að reyna að slæta í DMs hjá þeim. já. Ég er bara... Nei, eða bara eitthvað svona, póstu mynda einhverju gauður, bara eitthvað, er eitthvað svona, hvað vitið þið um þennan mann? Þú veist, eitthvað svona, kannski búin að vera eitthvað iffy, kannski þetta deyta eitthvað, og er ok, hann er eitthvað weird, setja hann inn á þessu síðu. Og Það svo er kemur þetta brilliant. shit up. Það er Hvað heitir brilliant. þetta? Ég var að Bara koma. eitthvað, run, get away. Ok, Ok, shit, fuck. er Vá, þú inn á það er þessu? Aron? Ég vona ekki, ég held ekki, ég hef ekki talað Nei, um nei, mig. Veist, er þetta inn í grúppuri? Nei, þetta er bara konur líka, Þetta er þú veist, bara- ok. þetta er bara, ég er ekki þarna, sko. Ok, ég get samt alveg sagt þér að þú kemst inn á hvaða grúppur sem er ef þú bara spyrir. Emilia, sko,
galið, hún er í svo mörgum Facebook-grúpum. Ég er á pappatips og okkur Ertu skilur. á pappatips? Já, gei. Og bara öllu sem þú getur ímyndað þér. Já, Ég reyndar inn á pappatips líka, en það var heitt fyrir nokkrum árum. það er orðið smá leiðilegt núna. Svo nota ég ekkert Facebook, skilur, ég er aldrei... Ég nota Facebook alveg miklu meira en ég þarf að viðurkenna. Ég nota neitt, sko. Ég bara, það er svona partur af rútínu minni. Þetta er galið það sem ég er að segja. En þið vitið, þegar maður er búin að venja puttan á ákveðin stað fyrir appið, the routine, skilur, appið sem maður ítir á. Facebook er eitt af þessu. Það sem ég fer niður og skoða í grúpum og ég er alveg mjög mikið, en ég fer lint með það. Já, ég ekki lengur. It's out there, guys. Hér á samstöðinni. Ég fer lint með það. Sáuð þið sólmyrkvan í gerði það? Nei, valla. Já, Við vorum að það, við saman. Voruð þið þarna bara? Við vorum þar. Við vorum þar. Hvað? Við vorum... Ekolólia. Ekolóli? Einmitt, Bjarkar DJ set. Og hvernig var það? Það var crazy. Það var menningarlegu viðburður sem ég ætlaði að tala um. Ok, við getum alveg bara Má ekki bara hendur byrja? í það. Já, bara menningarmómenti vikunar. Já, Take ég it er sem away. sagt Jóhann Kristoffer, fyrir ásmaður minn sem að ég reið þarna. Hann sem sagt bauð mér, sagði að hann ætti ykkur á 2 miða. Og við fórum 3 saman, ég, Erla, kærasta mín og Jóhann. Og hann sagði þetta við mig, ég var bara eitthvað svona, þú veist, ég hef búið að vera eitthvað mikið í gangi á mér og ég vissi ekkert hvað ég var að fara að gangi inn í. Ég var bara eitthvað, ég vissi ekki svona, þú er að fara að vera þetta. Ég vissi bara eitthvað, ég og Jó erum að fara þetta, ég ætla bara að horfum á þetta, eitthvað DJ-set hjá Björk. Ég held að vera eitthvað mjög low-key. Nei, það voru 7.500 miða seldir. Þetta var á Víðistaðatúni, það var ógeðslega mikið fólki og 80% af fólki sem keypti miða voru útlendingar. Og útlendingar sem að fíla Björk, þannig að þetta var mjög speslið þarna, sko. Ógeðslega svona, mjög mikið crazy looking lið þarna, sko. Þú veist, það bara rigning og bara lið ógeðslega illa klætt og bara allir í ógeðslega góðu stuði, sko. Allir að hafa mjög gaman. Þetta myndi með low-key á Burning Man festival. Burning Man í Hafnarfirði. Í Hafnarfirði. Líka bara eitthvað svona á Víðistaðatúni. Kærasta minn kom og bara einbýlishús í kring, bara eitthvað svona venjuleg bara hús og venjuleg hverfi. En það sem ég hélt líka bara ég er ekki að dissa viðburðin, en þú veist að kærasta minn sótti, Daði var að vinna á viðburðinum og hann sótti mig, Völu og Sögu eitthvað og skuttlaði okkur svona, og ég hélt að við værum að fara út í hraun. Ég hélt að við værum að fara á vellina. Svo bara beigði til vinstri og ég bara, þú veist, innan bara fjölda einbýlishúsa. Það var mjög fólk að brjála, sko. En þetta er geðveikur staður fyrir partí. Það er ógeðslega næs staður. Þetta er þarna sem hjallastefnan er. Nei. Þetta er sko, það er kirkja þarna upp á... Er þetta í Grafarholti? Nei, þetta er í Hafnarfirði. Þetta er eiginlega... Þetta er sko þegar þú ert að keyra í gamla Hafnarfjörðin. Já. Að þá beygirðu, þú ert alveg að koma í gamla Hafnarfjörðin og þá beygirðu... Þetta er bara tún inn í hverju, þú ferð ekkert á hvernig þú búir á það, sko. Þetta er eitthvað svona... Þess vegna er allir bara svona, já, ég hef að býðist það, maður hefði heyrt þetta, svo fór ég að tjekka á netinu og ég bara svona, já, þetta, já, ok. En svo var þetta, þú veist, svona alltaf var skíðað í gær og maður bara fann fyrir að það varð myrkur. En það var samt eitthvað svona, það var geðveikt að vera með svona mörgum. Ég veit ógeðslega margir sem voru bara heima á svo svölunum, kannski 4-5 vinum með ættingum. En það var alveg crazy að upplifa þetta með, þú veist, svona mörgum og samt að ekki sjá þetta einhvern veginn en að finna bara fyrir myrkrinu. Og að síðan, þú veist, þetta gerist á Íslandi á 170 ára fresti og ég að fá að upplifa þetta og svo kom ljósið aftur og þá kemur bara þjóðargersemi Íslendinga. Björk Guðmundsdóttir í einhverjum blöðrubúning. Björk Blaðra. Og bara ítir að play með eitthvað Aperol Spritz, bara vinka okkur og þá byrjaði eitthvað crazy DJ set. Og þetta var náttúrulega, þetta er alveg sko, hún náttúrulega var, þegar tónlisti sem hún gerði hérna in the 90s, 90 og eitthvað, var náttúrulega svona framúrskarandi hún með eitthvað svona framtíðarsýn. Þú veist, fólk sem hlustaði á tónlistina þá og bara hvaða vitleysa er þetta. Svo hlustar all tónlistina í dag og er bara eitthvað, wow, þessi tónlist hún er bara eitthvað svona timeless. Hún mun virka líka alveg í, þú veist, framtíðinni. En hún bara virkar miklu betur í dag, finnst mér, heldur en hún gerði örugglega þá. En það voru þá einhverju svona aðrir framúrskarandi tónlistamenn og listamenn sem sáu hvað þetta var mikil snilld og þess vegna er hún það sem hún er í dag og nær til svo margra.
af því sögðu Komdu með það. þá hún í framtíðar DJ-settinu í dag, þú veist, ég elska góð reif og elska techno, love it, mér að þú veist, bara að fikta eitthvað við techno sjálfur. I won't say no more, en það bara gerist að það gerist. Dropping soon. En þá var ég bara þetta er alveg svona endakallin í, man bara þetta er alveg intense, þetta er mega intense. Já, ég trúi, Þú þarft alveg að vera í ákveðnu svona bara einhvern veginn skapi, hugarastandi og líka bara eitthvað ég minna gotta be drugged up Ég var ekki að vinna með það í gær sko. Ég og kærasti minn og mamma mín og kærastin hennar settum uns út í garð og vorum að drekka kakó. Já. Hvernig var það? Var það ekki næs? Já. Jú, það var geðveikt sko. Crazy, Ég alveg lokið fór að gráta, ég var svona light-headed eftir þetta. Þetta var crazy. Þetta er alveg magnað sko, eins og sáu hérna viðtalið við konuna sem er bara að verða 100 ára gömul og upplifði sólmyrkva í Vestmannaeyjum 25 ára. Já, einmitt. Ég fekk bara hroll að hlusta á að því sko, ég held að ég man ekki alveg hvernig hún listi þessu en mér leiði svo hún hafi ekki vita að þetta væri að fara að gerast. Já, hún vissi þetta ekki. Hún hefði að vera bara í Vestmannaeyjum bara 1920 bara eitthvað. Já, vitir ekki hvað var að gera mig. Og barnið þetta er í kerrunni og svo allt í henni bara eitthvað fuglarnir þagna eitthvað og þú veist bara eitthvað sorry, þetta er, ég er að fara að gæsa á núna. Pældi að vera 1800 eitthvað. Já. Og Tyrkjaránið. Nei, og Tyrkjaránið á sýstra. Fyrir 170 árum, 180 árum, þegar þetta gerist 1800 eitthvað, þá var almyrkvinn, skilur, á Íslandi. Þeir hafa nú aldeilis mýið í saltan sjó í Vestmannaeyjum. Sem að þetta bara Við erum bara úti og svo er þetta bara Já, ég veit það. Og svo sérðu bara horfum í sóluna og hvað hefði ekki verið, eða var ekki skýjað, eða var heiðskýrt horfum í sóluna, sérðu bara svart og bara einhvern blóði bara. En þú veist, ef við pælum í þessu öllu saman, þú veist, það er náttúrulega bara ástæður fyrir því, svo margar ástæður fyrir því að draugasögur eru bara 100% valid og maður er bara eitthvað, bara auðvitað, þetta var draugur, eða skilur hvernig allir öðruvísi að útskýra þetta. En þú veist, talandi Vestmannaeyjar og Tyrkjaránið og eldgosið og eitthvað, þá langar mig svolítið að fara yfir í minn menningar. Mitt menningareinslag sem er þjóðhátíð í Eyjum. Ég fór á þjóðhátíð í Eyjum í fyrsta skipti á ævi minni. Hvernig var? Það var svo ógeðslega gaman. Eru það að greina? Hafið það ekki farið það? Nei, það var draumur minn sko. Bitch, hvað meinar þú? Það er fokki dýrt, Emilia, við eigum ekkert efna því. Þetta er dýrt, en þetta er ekki dýrt með að við hvað varst að fá sko. Henni langaði ekki að fara því hún var eitthvað vókaði fyrir að sko. Já, en það máli er að það, má ég segja, samt alveg með, þú veist, the wokeness, að því þetta svo fyndið, þú veist, ég er alin upp og ég er alltaf að segja þetta, en þú veist, ég er alin upp af sósíalistum, þú veist, og bara listamönnum sem eru bara, þú veist, þau eru bara plús og plús verður einhvern veginn mínus, útkomin að ég, þú veist, ég elska þetta og ég elska líka list og menningu og allt það skilur og ég er ekki að segja að þetta sé ekki stór partur á okkar menningu en þú veist, ég er búin að vera í einhverju búblu sem foreldrar mínir hafa haldið mér í sem er bara eitthvað við horfum ekki á fótbolta og við förum ekki á þjóðhátíð í Eyjum. Það er ógeðslegt. Eða skilur, that's below us. Og ég bara, mér hefur aldrei dottið í huga að fara. Það er ekki fyrir fyrst núna sem þetta er að heyra í mólunum. Ég er búin að fara, ég er búin að fara 11 þjóðhátíð, sko. Eða 12, ég er með þessari sem ég kýtt, ég er búin að vera, sko, þjóðhátíð, númer 1, ég er búin að vera á þjóðhátíð bara fyrsta þjóðhátíðin mín, þá bara fer ég yfir á eyjuna, ég bara með miðdalinn, þannig að ég get tjaldað frítt í dalnum, af því að það er bara partur af miðanum, þú getur tjaldað í dalnum, inn í dalnum bara, við hliðin á sviðinu. Ég gerði það 5 sinnum, af því að það er svo mikið snillt. Þú veist, það er bara ákveðið ofbeldi sem fer heilan hring. Og í pop-up tjaldi, og ég hafði með bakpoka, ég hafði með eina nærbuxur og eina sokka til skiptana og kassa af lagerbjór og var bara í pollafötum, ég og einum bara, tökum bátinn, löbbum bara frá bryggjunni inn í dalinn á föstudagskvöldi, djömmum og svo erum bara með þetta tjald, gistum þar, en svo er það bara eitthvað gett ömurlegt, þannig að ég var bara eitthvað að reyna við einhverja gellur og eitthvað. Ég var bara að couchsurfa í Ég var að couchsurfa og við bara eitthvað, maður bara að redda sér. Og svo bara vera, þú veist, svo vorum við miða í dalnum, eða miða í bátinn á mánudeginum nóttina, þess aðfaranótt mánudags, þannig að 6 morguninn á
sunnudeginu, þannig að mæta mökkar í röðina, skilurðu, og svo taka rútuna bara í bæinn, þú veist, þetta gerir maður fyrst, svo er þetta búið að afgreiðast og svo hefur verið að gigga. Svo er þetta alltaf meira bougie. Já, svo tökum við náttúrulega 12.0 eftir Vestló. Þetta er pre-Vestló sem ég fyrir fyrst, síðan verður Vestló og síðan gerum við þarna sumatíman sem er bara vinsalasta menntaskólalag á Íslandi. Varst þú í því? Ég er í því og samdi það með þeim, það er í minni nefnd, sko. Er það known fact? Já, það er known fact, við erum búin að vera að gigga bara Ég samt sko ekki sagt það bara svona árlega þá setur Aron inn eitthvað svona sumartíman og ég held eitthvað, já, hann var í þessu lagi. That's me. Já, býtu. Og þar sko, sumartíminn, hann á alveg mikið hjarta í Vestmannum, þú veist. Já, bara allstaðar, sko. Já, en síðustu ári erum við búin að vera bara á Lundunum með að ekki stóra sviði 3 svar, þú veist það sem við erum bara að gigga. Það er bara sumartíma. Nei, við erum með náttúrulega eitthvað 12.0, við eigum eitthvað svona 20 mínúna set, sko. Geðveikt. En endum á sumartímanum. Já. En svo núna var ég í útilegu með strákunum mínum. Já. Í alveg 10 daga. Hoppa yfir á eyjuna með yngri guttanum, bara til að taka gig, syngja sumartíman á Lundunum núna, á laugardeginum og fyrir sem bara strax aftur yfir á meilandi, sko. Þetta er í fyrsta skipti í svona 10 ár, þar sem að er heiðskýrt föstudag, laugardag og sunnudag. Það er búið að vera náttúrulega bara, það voru sko 900 metrar á sekúndur í fyrra, sko, það var bara tjöld hurfu. Teknotjaldi hérna. Fauk bara. Bara risatjald. Þannig að, og ekki nóg með það, ég var á eyjun á laugardeginum í 4 tíma og ég var samt með FOMO. Já. Ég var á þjóðatíð en ég var með FOMO að ég var ekki á þjóðatíð. Þetta var next level, þetta er sko besta helgi, bara topp 10 besta helgi lífsminn, sko. Síðan bara sunnudagsskvöldinu er ég að kúka heima hjá mér. Já. Og ef maður er að horfa á livestreamið, því ég er að horfa á brekkusöngin. Leiðir ekki hræðilega? Af því ég var bara eitthvað, hvað mest þú að gera? Af hverju mér leiðir hræðilega? Og þegar brekkusöngurinn er hjarta þjóðatíðar. Hjarta þjóðatíðar? Það er það sem að kemur fólkinu saman á sunnudeginum. Já. Þú situr í brekkunni og syngur dægulegu Íslendinga saman. Nei, ég þarna ætla ég að grípa boltana því ég sat þarna í faðmi kærasta mín. Já. Skilur, já, ég veit. Veistu hvað er að fara að koma? En veistu hvað er að fara að koma? Ok, hvað? Þau tóku sumatíman í brekkusöngnum í fyrsta skipti ever. Já, ég reyndi varst ekki á staðinum. Nei, Þú varst ekki á staðinum. ég horfði á þetta og það er bara, Elsku maður. ég var eiginlega bara miður mig, sko. Ég var bara svona, af öllum, ég veist, ég er búin að ganga í gegnum, þetta er svona eins og að vera búin að ganga, þú veist, eitthvað svona helför í gegnum allar þessar þjóðatíðir, svona lendi í alls konar rugli, bara tjölda, eyðaleggjast, bara, þú veist, meiða mig, ástarsorg, fucking, ég er búin að ganga í gegnum þetta allt. Já. Svo eina skipti sem ég er ekki á staðnum, þá fæ ég recognitionið, að vera ekki brekkusögnum. Það er stærsta recognition sem þetta lag fyrir mér hefur fengið. Já, af því þú veist, það er all my usual suspects, svona þú veist, my homies sem eru bara á, eru einhvern veginn alltaf í Eyjum á þjóðatíð, voru ekki. Og ég var bara, hvar er þú? Bara, þú veist, það var allir eitthvað, ég er ekki. Ekki hér. Hvar voru allir, veistu það? Akureyri, oft, meir og minna, voru margir á Akureyri og svo voru bara sem er ekki... Sem voru bara eitthvað í Reykjavík. Sem er óslega að finna, ég sé hvað þeir voru í Reykjavík, eitthvað, og ég hef alltaf verið í Reykjavík, bara eitthvað ekki að gera neitt. Alltaf innibúkunum. Ég bara fer ekki eins og innibúkan, ég bara, málið er, þetta var ekki þeng í minni fjölskyldu að fara eitthvað yfir Verslunarmannahelgi. Nei. Það var bara ekki þeng og þú veist, ég meina, þetta er eins með pappa, þú veist, ég spyr pappa eitthvað, jæja pappi minn, hvað ætlað þú að gera á eftir? Á eftir? Hvað tala um? Nei, bara sólmyrkvinn. Já, hvað heldur að ég sé að fara að gera eitthvað? Ég hvað ætlar ekki að horfa? Það er bara asnalegt. Já, hann er bara, ég mestalega, ég fer út á verönd og, þú veist, skilur. Þannig að ég, þú veist, já, ég veit það ekki, ég hef alltaf einhvern veginn bara ekki gerst neitt. En svo núna, þú veist, eftir þetta, við gistum hjá vinum okkar sem eiga sérst hús við bryggjuna og fórum á jetski og þú veist, við vorum bara eitthvað, þú veist, ég hef aldrei farið á jafn langt fylleri in my life og ég vaknaði með leið eins og ég væri bara með eitthvað svona, ég væri bara gerð úr stáli, þú veist, ég horfði á kærasta minn og var bara, hvernig líður þér? Og hann bara, gett vel, en þér, og ég bara, mér líður ógeðslega vel, sko. Þú veist, og þetta var bara, við vorum bara á sundfötum klukkan 7 kvöld, þetta gerist ekki á Íslandi, fórum á jetski í hérna hellinn, þar er fólk bara með bjóri eitthvað, þú veist, allir bara, hei, hvað segir þið, hvað er að frétta? Núna, sko, mér bara, það er bara að stinga í mig. Og ég ætla að pynta það lítið lengur, að fyrsta sem gerist er að ég púli upp í partí hjá gaurnum gaurinn sem er bara kynnirinn á þjóðatíð, já. Sem er bara á áttræðisaldri. Og þetta er bara hellasta partí. Þú veist, þetta er bara fyrsta sem ég gerði fór á Eyjuna er bara stígan í þetta partí. Og ég var bara, þetta er að geggjast á, allir bara
býttu róleg, skilur að ég var næstu búin að spóla yfir mig bara í þessu partí, þú veist, og það er bara, þetta er miklu meira fjölskylduhátíð en ég bjóst við, þú veist, allir, þú veist, það er allir óslega næs. Þetta er bara, annarkvæmt þetta er bara í hús, bara í partí í húsum á daginn, eða fer í súpu hjá okkurum, eða þú veist, svo er þetta bara labbaukstar og það er eitthvað partí, þú bara kíkir inn og það er bara, nei, það er ekki þig, þegar bjóra, labbar eitthvað áfram, þannig í bæ á Lundan, svo ertu bara í dalnum, svo eftir dalinn, það fyrir hvítutjöldin, svo ertu hvítutjöldin 6 morguninn. Og þar eru sko ömmur búnar að baka, bara smyrja flatköku, bára, ammaloga, vinnur okkar, þú veist, bauðu okkur í lambalæri og svo vorum við bara í tjaldunni hjá henni með kakó að syngja. Dansar og svo fekk ég mér hérna reyktan lunda með smjöri því í einhverju tjaldi, einhverju hvítu tjaldi það var verið að selja ostastangir og reyktan lunda með smjöri. Þú tókst vídeo og settir í story og það var sko, ég hef sagt, er þetta, þú veist, Unnur að vera mest óþólandi viðskiptavinnur. Hún elskaði mig. Hún elskaði mig. Hún ágreða 1000 manns bara, þú veist, allir fullir, kemur hún eitthvað, hvað segirðu, hvernig það að elda þennan með lunda, þetta er bara einhverju pappamáli, þetta er bara einhverju fokkin þurr lundabringa og hún er bara hérna smjör, ok, næst, hún er ekki, fyrirgeð, hvernig á ég að borða þetta og hvernig getur þið sýnt mér aðeins þú bara setur smjör og bara borðar þetta. Þetta er lygi og róbröður, þetta eru legar og hún elskaði þetta og hvað heitir hún aftur? Þetta er sko einhver ekta típa sko sem var þarna bara, já, hérna er hún. Kynntist henni? Já. Er þetta með vídeóið? Ok, ég var að expósa mig. Ok. Þú var bara alkemistari. Svo hún er ekkert eitthvað það into it. Nei, hún er eitthvað into it, nei. Hún brosti. Já, þetta er kjötið og bara borða hana með smjöri. Setja smjör á þetta. Svo var Hún tók bita af þessu mat. Tók hún bita af þínu mat? Hún tók bita. Þessi er svakaleg. Á næsta ári þegar þú kemur, hún er bara á næsta ári skemmur og kemur að því hún veit alveg hvað er í gangi. Hún dyrkaði, hún elskaði þetta. Come on. En ok, býtu, sko. Sorry, en já, smá. Já, þetta var alveg galið og þetta bara, ég er að fara að vera þarna for the rest of my life. Já, við förum alveg á næsta ári. Við mætum næsta ári, sko. Við vorum í ruglinu, við vorum á Flateyri, ég veit hvað við vorum að spá. Og þetta þarf ekki að vera svona dýrt, þið getið tjaldað í dalnum og ég segi alltaf við fólk, þú veist að þið allir ekki, ég ætla að reyta húsi, ógeðslega dýrt að reyta húsi og þið þurfa að vera 10 til þess að make sense, samt kostar 100 skall á manni eða eitthvað. Þannig að hús, þú veist, það er ógeðslega næs, en ef þú ætlar að upplifa þetta almennilega, þá kaupir þú bara miða inn í dalinn á hátíðina og partur af því er bara, þú veist, að því að svo ertu með einhver VIP tjaldsvæði, þú ert að borgin á þau, það er ekki borgin á tjaldsvæði í dalnum og það er bara eyrnatappar og þá ertu bara upp í sviði líka, það er bara stutt að fara. Hvað með bara að sofa í bílnum? Eða svo í bílnum, þá þarf það að fara með bíl yfir. Það þarf að vera með bíl í bátnum. Það þarf að fara með bíl í bátnum, keyra hann. Iconic, það er Stæðamál þarna er mjög erfið á þessu áheiðinni, sko. Ég trúi því. Er það samt? Já, svona þú veist. Ég upplýði bara eitthvað fullkomna ævi. Þú getur ekkert keyrt neitt mikið, þú getur ekki lagt inn í dalinn til dæmis, þú veist að leggja það bara lengst í burtu. Shit, ég var að vinna fyrir Herbert Guðmundsson á Verslunarhelgina. Hann var að kikka flatið, náttúrulega. Já, hann var í ruglinu. Það var svakalegt, shit, sko. Hann labbaði til mín bara á tjaldsvæðinu og bara tók utan um mig og sagði bara, þú ert valinn. Þú ert valinn? Já, og svo bara hitti mig á vagninu klukkan 10 í kvöld og ég eitthvað, þetta mætti á vagnin bara, þú veist, bara í stemmingu. Veitu, þú ert valinn fyrir hvað? Ég skil ekki. Til að selja bóli fyrir hann. Og já, þú var frítt inn á tónleikana og ég var ekki að væntanlega ég verða að vera inn á tónleikana. En þú fekk ekki að taka með þessu +1? Ég fekk, jú. Ekki mig. Bro, ég vanti þig ekki. Þessi afneitun samt sko Þú varst að segja. Þessi afneitun með hann á Flateyri og þú veist, þetta sem ég kalla að vera sko hybrid manneskja er að þú veist, þegar þú ert hybrid manneskja, ég og vinur minn komum upp með þetta term að þá þú veist, þú átt vini sem eru sko, þú átt skinkuvini og þú veist, nakkavini. Þetta er mjög svona broad, fattir reglífa hugtak hjá mér og svo áttu listavini. Þannig að þú ert einhvern veginn bara svona tveggja, þú veist, einhvern veginn, þetta er tvíeggja skilurðu, sverð að sko ég var að FaceTime alla á Flateyri og það var bara rok og rigning skilurðu og þú veist fólk sem að getur ekki viðurkennt að það er kannski bara gaman
í eigum. Kæntanlega. Já, Þetta var bara guðar Sko, efsókir, fólk sem er ekki falleg Já. og segja þessi ömulegt, Já. það fólk er dáið fyrir mér, sko. Ég er samt alveg hækki mann ekki eftir að vera rókur. Nei, ég meina, ég hef sagt þetta við alla mína listavinni sem er alltaf Já. eitthvað svona, í gegnum öll þessi ár sem ég fyrir á þjóti, alltaf sem bara ég er að fara á þjóti, það var þjóti, Taktu þinn, já, taktu þinn. ég er að fara á þjóti. Þetta er ekki yfirlega, þú ert að ruggla mér Í saman. 100% tilvika, Já. þegar þeir síðan voru bókar á þjóti, fara á þjóti og taka þjóti hans inn, þá hafa þær alltaf komið skríðandi tilbaka með skottum Já. illa lappana og segja bara, fyrir ekki, þetta er bilaðslega góð, þetta er frábær hátíð. Já, ég veit það. Þetta er bara svona. Já. geðveik hátíð, hún er það. Já, en hvað er það svakalegast sem gerist þarna? Eða þetta var eitthvað sem þú varst bara... Það var bara, þú veist, þegar Siggi Stebbi og Stefi voru næstu í drukknuð í sjónum að því að þau duttu á jetskinu sínu. Ok. Það er þetta mjög En, fyndið. ekki drukknuð, en þú veist, þetta var alveg svona, við vorum alveg, þú veist, ég segja bara, við vorum bara búin að drekka alveg smá eitthvað og Já, fórum á já. hérna, við vorum exposed, við vorum bara að drekka smá. Nei, við vorum búin Bara að, búin að tala um ekki verið að geða full. við erum bara, þetta er ræðilegt. Líka bara hvað það ekki Nei, en þú veist, við vorum eitthvað svona smá, já, þetta var bara Já, gaman og gaman. fórum á þessi jetski og hérna, og þau eitthvað svona detta af jetskinu og komast ekki aftur upp á jetskið. Oj, Og maður. við erum bæði veginn, þú veist, ég, Kolfreyja, Hrafnhildur, þú veist, erum alla bara eitthvað í sólbaði og allt í einu eru 40 mínútur liðnar, þú veist, við erum að tala um að ég og Daði fórum á jetski í, þú veist, 12 mínútur eða eitthvað. Þannig að ég fyrir eitthvað svona, býtu, hvar eru þau? Little did we know, þau detti sjóin, landhelgisgæslan, púlar upp, nei, býtu, hvað kallast það aftur? Jú, Jú, svona gæsla. Já, það er bara hringt á hana og það er bara 2 ungmenni bara í sjónum, þau bara, þú veist, og flotgallinn búin að fyllast að sjó Új, og þannig að við þið er bara þung. já, og þú veist, við vorum bara eitthvað inni í Sólbæ og vorum bara, þetta er svo æðislegt eitthvað, og löggan bara eitthvað búlu Að vera bara eitthvað svona Já. ósjálfbjarga eitthvað, komast ekki aftur upp. það er svo gali Bara eitthvað, Og síðan er komdu eitthvað bara upp á jetski. En það sem betra er að sko, það er eitthvað túristabátur sem líka keyrir framhjáðum og tekur myndband af þeim. Þannig að einhvers þarna úti er myndband að Sigga Stebba Ég og er með Stefi screenshot af að þessu, ég skal næstu sýna ykkur screenshot. drukkna. af því að Það setti þetta ykkur í Já. close friends. Við settum líka Aron datt líka þegar við vorum, ég og Daði, þá fórum við sérst með Aroni og Bjarka og Aron datt á jetskinu og það var eitt að finna sem ég sé. Ekki ég Aron, annar Aron. Nei, já, fyrir ekki, Aron hinn. Ég myndi ekki detta á Aron jetski. Kahn. Já, En ég ætla að hérna- starta að líka sig. Aron kann datt á jetski. En svo þurfum við bara að ræða mál málana, sko. Já. Það er eiginlega verið að koma að máli málana. Já, hvað er það? Það er bara leikhúsið. Já, einmitt, já, auðvitað, hvernig látu við? Leikhúsið. Já. Við bara Við leikhúsið sem what? leikarar. Leikhúsið who? Af því að þið eru bæði leikarar. Já, Já. Og það er, þú veist, það er geðveikt. það er hjút, sko. Já. Já, ég finn ekki þessa mynd, sorry. Ok. En hún er að Ég get fundið þetta einhverstaðar. Ok, Þetta er við mjög postum fyndin mynd. þessu- Þetta er við postum þessu ógeðslega stöðunni. fyndið. Sér Sigga Stebba sko bara með hálsinn en haldandi bara, þú veist. Líka fólk sem það ekki Sigga Stebba, þú veist. Nei sko, byrðið myndin er betri þegar þau eru byrjuð og þau eru svona, hann er alltaf 2 metrar og hann er að keyra og hann er mjög framalega og hún er aftan á haldi hann nema staðan á honum, ég er eitthvað svona, horfðu á þetta bara, Já. hann hefur aldrei setið bara, það er eins og aldrei bara verið klofvega yfir einhverju, það er aldrei hjólað af því hann er bara eitthvað svona Nei. geðveikt í einhverju svona En þið hafið farið á jetski, já? Nei. Þetta er alveg smá gali. Af því, þú ert ekki, þetta er ekki eins og að vera á snjósleða. Þú veist, Nei, þetta er bara eitthvað, það kemur bara alda og þú bara svona, ef þú heldur þér ekki, að þá ertu bara, þá ertu farin. Ég skilurðu. var Og þú veist, döið, sko. Ég tók Já. aftur á mynd sko, við fórum hérna ég skil ekki bara hvernig hann var þorði bara því. hann var eiginlega ekki þorði en það bara þegar þú ert komin á ákveðir hrað Já, heyri ég ekki í honum það var verið Þannig ég að- bara og ég bara Já. Er hann fyrir sí- aftan? ég hafa hann fyrir aftan Shit. svo setti ég hann fyrir fram og ég segi Fuck bara that. go og þá var hann bara að keyra og ég var bara eitthvað wow yeah Þetta er sko, þetta er fokking gaman. Þetta er ógeðslega gaman. En þetta er alveg, it's scary. ef sko. þetta er út í ég var bara trúi. fíl sko Þetta er Ég ekki- öskraði bara Já. allan tíman að hellinum og tilbaka. Ég var bara, þú veist, af gleði, skilji. En þú veist, þetta var, já, þetta var rugla. Allavega, Já, ég trúi. að máli mál Já, máli málana. málana. Hvernig- Leikhús, Já. hvað, þú veist, hvað er eitthvað teik? Á leikhús, á per se. leikhúsi Já. Vá. bam Mólið minn, má bjóða þér að byrja? já ég er ekki í leikhúsinu núna Nei. en ég var í leikhúsinu ég hef bæði verið í Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu og þetta er bara þú veist mitt teik er bara þetta er
ógeðslega skemmtilegt. Það er bara Já. skemmtilegt sem ég gerir, sko. Ok, leikhús ykkar tegur kannski galin spurning, en hvað er skemmtilegast að leika? Leikhús, myndir eða þættir? Nú hef ég prófað allt. Já, þú hefur prófað allt Já. og ég, þú veist, ég hef prófað, þú veist, já, klárum kannski bara eitthvað svona, eða þú veist, ég vil, ég gríp bara inn í. Ég hef aldrei verið að vinna hjá leikhúsunum, þú veist, ég hef bara leikið á sviði í sko skólanum og ég hélt alltaf að myndi vera bara öfug, já. Sá ég þið ekki í einhverju sýningu? Nei, Ekki Íslands klukku. Íslands klukkunni. Nei. Nei, það var önnur. Nei, það var ekki ég. En hérna, nei, en ég hef aldrei upplifað. Unnur Spiderman. Já. Unnur Batman. Já. Classic. Ég tek að fatta faðir. Sorry, þetta er, ok. Þetta var sætt, allavega. Nei, ég hérna, þetta var mjög sætt. Ég ætla að segja þetta var sick. Þetta var fucking sick. Þetta var sick. Nei, ég bara, þú veist, sko, ég hélt einhvern veginn alltaf að ég myndi fara í leikhúsið. Já. Af því ég bara elskaði að leika og þú veist, ég meina okkar nám í LHÍ, okkar Arons er mjög, sko, theater-based. Já. Þú veist, leikhús með að nám. Þú veist, það er einhver einn áfangi sem er bara eitthvað, það er einn áfangi sem er eitthvað kvikmynda áfangin og þú veist, hann er ógeðslega skemmtilegur en hann gefur engan veginn, þú veist, innsýn eða fyllilega innsýn inn í hvað það er einhvern veginn að vera í kvikmyndum og þáttum. Nei. Svo útskrifast ég og sogast bara inn í það. Þú veist, ég er núna bara síðan 2022 búin að vera í 2-3 sjónvarps- og kvikmyndaverkefnum á ári og ég er bara ekki búin að stíga fæti inn fyrir dyr leikhússins. Það hefur 3 sinnum svona næstuði gerst en eftir á að hyggja er ég ánægð að gerast ekki að því það var alltaf eitthvað sem ég hefði frekar vilja gera. Já. Eða skilja ég. Já. En leikhús er bara á hjarta mitt, sko. En ég er mjög ánægð með mitt starf núna, sko. Já. Eins og það er. Einmitt. Mér finnst þetta alltaf smá gay, sko. Já, leikhús er náttúrulega Leikhúsi, en þú veist... Það er, sko, leikhúsi er náttúrulega þannig að þú er bara fastræðin, kannski er þetta bara fastræðin. Já. Ég var mjög heppinn með bara, þú veist, fyrir mitt eitthvað, þú veist, að ég var ekkert það lengi en ég átti mjög góða sýningar. Já, þú varst að vinna með, varstu að Loki að leika Hamlet eða? Nei, ég var Shakespeare in Love. Já, Shakespeare in Love, það var í Þjóðleikhúsinu. Já. Það lék ég bara Shakespeare. Einmitt. Ég var Shakespeare. Já, Ég var að leika Shakespeare á sviði að skrifa Rómeó og Júlíu. Það er gengst. Það er gengst. Eðlilega gengst. Já, varstu með fjöður og þessi. Ég með fjöður. Heyrðu, ég man eftir fjöðurinni. Oh my god, já, með fjöður. Hann var í svona puffbuxum. Og ég og Lára Jóhanna ástfangin eitthvað. Lára Jóhanna best. Mín, elskana. Hún er best, sko. Ég oftast, það er eina mótleikarna sem ég oftast leikið á móti. Já, ég held ég myndi bara örgulega að segja sama, sko. Hún er on fire. Hún er best. Hún er bara best. Svo já, ég leik með henni í Svörtusöndum, Ófærð og í þessari sýningu. Já. Og já, það er þetta. Örgulega eitthvað annað sem út að gleyma samt. Já, örgulega. En svo sko, leikhús fyrir mér er bara þannig að þetta er miklu meira, já, þá þarfst að nota tæknina sem þú lærðir, að þú þarfst að ná að tala hátt, þú þarfst að vera skýr, þú þarfst að passa svona ekki baki áhorfendur og þetta er miklu meira svona, ég að leika, fyrir mér líður mér oftar þú veist, fyrstum sinn, þá leiði mann alltaf svona eins og ég væri bara að vera ógeðslega yktur og weird. En það skila sér öðruvísi út í sal. Já, allt annað. Leið að vera með kamera á mér, þá er það fucking weird. Það er bara galið dæmi. Fólki tónaði niður. Þetta eru tveir mjög ólíkir vöðvar innan sama mengis. Basically. Það er bara stór orkasviði og svo þetta bara túnuna alveg niður þegar þú ert í bíó. Þú veist, þannig að þá talar þú bara. Það er alveg mjög áhugavert moment fyrir mig þegar ég fyrsta gigið mitt eftir útskrift. Það var afturhelding og þá vorum við búin að vera bara í þessu stóru orku og þú veist, passa að vera skýrmælt og blablabla. Og svo er eitthvað svona fyrsta setningin sem ég á að segja er eitthvað svona djöfis fáiði. Hann er svo fokki mikil fáiði eða eitthvað. Og ég bara gat ekki fyrir mitt litla líf komið þessu út um mér. Af því ég var í
Ég var í leikhús Svo mikið fáviti. Djöfulsins fáviti, eitthvað svona. Fáviti! En þú, já, og þetta er eitthvað svona fínstilling sem er eitthvað svona, þú myndir aldrei lappa fram hjá okkur og hvísla að sjálfur er djöfulsins fáviti er þetta. Eða skilur, þú myndir alltaf segja bara Nei. En finnst þið námið að hafa undirbúið vel samt í LHÍ? Fyrir kvikmyndir. Eða þú veist, ok, kannski ekki undirbúið vel, en ertu samt, getur þú notað það sem þú lærðir? Eða ég veit ekki hvernig. Ég held að ég meina já, þú veist það er náttúrulega líka bara sko, það er ótrúlega erfitt að kenna fólki eitthvað listfag. Ég held bara sama hvaða listfag það er, eða er ekki einhver svona strúktúr eins og í tónlistinni eða hérna balletti eitthvað, að þá, og dansinum, skilji, þetta er svo rosa svona, was ist Kunst er bara, þú veist, þið vitið, bara ég get ekki komið hérna sem leikari og kent ykkur að vera réttur eða kent ykkur að vera þetta er meira svona eitthvað þetta er það sem ég tilíka mér í gegnum mína ævi og hérna eru þau tól sem ég hef upp á að bjóða og ef þið getið notaði þá bara gjöru svo vel. Einfaldast þetta með bara, þú veist, ímynda okkur bara pönnukökuuppskrift og þú veist, það eru til milljón pönnukökuuppskriftir en við förum í skólan og lærum nokkrar uppskriftir af pönnukökum síðan förum við brot í lífi og ég fatta bara eitthvað einn daginn, herru, ég ætla að prófa að setja smá kaffi út í uppskriftina mína og bara, oh my god, það gerir svo aðeins meira svona, eða bara aðeins meira vanludrópa eða sítrónu eða eitthvað og maður eitthvað, in the end, þetta er samt pönnukökur þannig að ég gef þér pönnukökur og þetta eru pönnukökurnar mínar og þú þurft að borða mína pönnukökur. Og svo er einhver leikstur sem elskar þína pönnukökur. Já. Þú veist. Og ég kannski elska hann líka og hugsa bara, oh my god, sulta með mína pönnukökur mikið. Þið talið sama pönnukökur við tungum á. Svo er eitthvað sem vil setja sardínur og sínur og ég er bara eitthvað, jó. Sem er low-key eitthvað sem ég myndi gera. Þá reynum við að finna einhvern milliveg, sko. En þau tala um þetta sem hérna, ég gerði einhvern tímann geggja eitthvað túnfisk, nei, sardínubrauð fyrir allavega, ok, og það sem margt að tala um. Nei, við tala um þetta sem verkfærakistu. Þú veist, þannig að þú ert að sanga að þér og þú veist, sumir eru bara hardcore Chekhov eða Stanislavski method, þú veist, ég meina, og það er ekki, þú veist, það er ekki mitt eða neins annars að setja út á hvað kemur öðrum í gírinn, þú veist, og það er bara fólk má gera það sem það vill. Ég man nú að mamma var leikona og hún sagði eitthvað svona, já, ég er ekki að fara heima að elda graut fyrir börnum mín í kardir, sko. Fuck that, eða skilur við. Það var alveg fyrir ekki að fyndið. Já, þú veist, þannig að hún var bara eitthvað, henni fannst method bara... Er einhver að vinna með það, vitið það? Það er alveg, Er það ekki einhverju... It's out there, sko. Einhverju lúsablesar að nota? Nei, expose. Ég segi svona. Nei, þú veist, ég hef ekkert á móti svo lengi sem þú bara gerir það á... Ég held að... Ef þú byrjar að fokk í mér, skilur, þá læt ég vita. Eða þú veist, eitthvað svona, eitthvað svona, þú veist, ekki að það ég hef eitthvað lent í, en maður finnur, þú veist, það er alveg til fólk sem fer langt, fer alveg, þú veist, það myndi kannski ekki segja að vera method, en maður bara svona utan frá séð inn, þá hugsa maður, þetta er alveg method. Maður finnur bara orkunni þeirra. Orkan breytist og svona, og það er líka, það er það sem gerir þetta fag líka svo ótrúlega áhugaverst, þetta er náttúrulega svo ótrúlega mikið samstarf. Þú ert ekki bara eitthvað einn með þínum hugsunum að gera þitt, sko. Nei, sem hérna... Þú ert að hugsa um þetta sem kollektív, þetta er kollektív. Þú veist, við erum öll náttúrulega bara narsisísk og þú veist, svona sjálfum glöðu. Þú veist, þú ert að vera mjög sjálfhuglaður og smá narsisískur til þess að vera, þú veist, sjálfselskandi aðili til þess að vera leikari. Ég skil ekki þessi setningu, en þú veist... Nei, þú veist, það er bara að tala, það er bara... Þú þarft að vera... Nei, allir leikari eru narsisistar. Það er alveg, narsisisti, það er búið að setja mjög, það er alveg mjög vond orð, en það er samt, þú veist, í grunninn er það bara... Mjög falleg góðsögn. Já, nei, þú veist, það er bara eitthvað, við erum öll bara að vera sjálfselskur, skilur, við erum svona... Við erum athyglisjúk, skilur, þannig að þú fær fullt af þannig fólki saman, þá er það að leitast eftir athyglinni, en þar förum við í skólan og þar lærum við líka í skólanum að vinna sem hópur. Ég held að það sé að mesta sem ég lærði og tók út, ég var alltaf í 3 bekkjum. Þú tókst, Ég tók þetta á 6 árum, þetta er 3 ára nám, og ég var í 3 bekkjum, það var mjög gaman. Að því ég kynntist náttúrulega 30 einstaklingar í staðinn fyrir 10. En þá fattaði ég líka bara, þú veist, þegar ég kom í 3. bekkinn, þú veist, þá eru þau bara ennþá eitthvað svona, styrleiki og ég var bara eitthvað, vá, ég veit nákvæmlega hvar við erum stödd í þessu mengi, skilur við, því ég er búin að vera í 2 öðrum. Fyrsti bekkurinn minn, þá vorum við öll bara eitthvað, þú veist, hérna og vorum bara eitthvað, skilur við, því að þú fer í gegnum allan skalan, þú elskar manneskjuna, hatar hana, þú ert ásvangin af henni, þú ert hrifin af henni, þú bara... Þú verður bara að finna og svo bara inn í end finnur við bara eitthvað svona, kemur bara svona
plateau og þið náu bara einhverjum svona, þú veist, náu einhverjum svona grace Já. og lærið að vinna saman. Svo fyrir út á vinnumarkaðinn og þá heitir þú aftur bara fullt af nýju fólki, nýjum andlitum, nýjum litum og þá ég búin að sanga mér að þessari tækni að geta unnið hóp með fólki, að geta verið á sama stað á aðrir og nýjir einstaklingar og ég held að það sé rosalega mikilvægur og sterkur punktur. Af því að þú veist, þetta líka atvinnaðin ef þú veist að fara út á vinnumarkaðinn og ég er bara eitthvað ógeðslega erfiður methodleikari og bara eitthvað, þú veist, hún er mótleikuna mín og í þáttunum erum við ekki vinir og ég er bara hérna af setti bara allan daginn bara eitthvað og ég er bara eitthvað hrækja á hana að því ég er verða að upplega fyrir þetta er fyrir mig en ég er bara í 2 þáttum og þetta eru 8 þættir skilur og ég er að rústa hérna pródusson bara eitthvað, þingur er alltaf fullur I guess I'm drunk then skilur og er bara eitthvað búið til chaos, ekki það eitthvað sé að gera það þetta heima en bara maður hefur heyrt sögur erlendis og eitthvað en þess vegna er þetta bara svona ok, þú veist þá er ég líka bara eitthvað að leyfa mér að fá ekki fleiri vinnu af því að þú veist sérstaklega þetta heima, þetta er mjög tætt nitt og ógeðslega lítið lítið fjölskylda sem er að vinna í þessu bæði krúið og þú veist leikarar og leikstjórar. Það er líka bara svo ótrúlega margt fólk sem kemur að bara alveg eins og með leikhúsið skilur bara kemur að kvikmyndagerð þetta er ekki bara eitthvað Já, við erum öll að gera það saman bara í sameiningu þú veist þannig að þú veist þetta þarf að vera vel smurð vél þetta er alveg, en þetta svona, þú veist það sem þú ert að segja líka mér sem fyndi að því, ég hef oft hugsað til Sigmundar Davíðs þegar hann fór aftur í MR munið eftir því Sigmundur Davíð húlaði bara eitthvað crazy dæmi bara eitthvað þóttist þeirra nemandi í MR jú langt síðan og bara eitthvað var, þú veist, ég veit ekki hvað hann hefur verið gamall kannski að, þú veist, hann var orðinn miklu eldri, sko, og púlaði aftur upp í MR og sat einhverja tíma þið viti ekki hversu oft mér langaði að gera þetta þú veist, og bara fara í MR að því þú veist, við erum ekki varstu í MR? Þú veist, já við erum nerd náði að koma þessu stræka mig ekki sem þessi MR-týpa nei, ég get alveg sagt eitthvað það þú veist, ég meina, ef ég væri að velja já, nákvæmlega ef ég væri að velja núna, þá myndi ég velja annað menntaskóla, en þú veist, það er þú veist, mér finnst þess að ég að vera sortinghattur fyrir ungmenni af því þú erst ekki bókstaflega, ég man þegar ég fór í Harry Potter simulationi, þannig að var eitthvað alltaf að reyna að draga Gryffindor og fekk alltaf Hufflepuff var það í MR? Var það áfengi í MR? Nei, það var eitthvað svona á netinu sem þú gast sænað inn í eitthvað svona Harry Potter-verse og ég var alltaf að skipta e-mail af því ég var alltaf að fá Hufflepuff Er það verst? Mér fannst það ekki cool, en í dag í dag er ég að horfast í augu við Hufflepuffi Slytherin Já, mér myndi finnast það cool en máli er að that's not me skilji, og þú veist, punkturinn minn er sá að þú veist, ok, ef ég næ einhvern tímann að koma the point across í dag er ég ekki Slytherin, ég er ekki Gryffindor ég er Hufflepuff eða Ravenclaw og ég elska það, ég fatti þú veist, og ég er bara, þú velur þú erst ekki með þroskaðan frammiðla þegar þú ert að velja menntaskóla, þá fylgir þú bara því sem þú heldur að ég fór í MR að því ég var bara eitthvað, heyrðu, ég er með nógu góðar einkunnir og MR er staður þar sem að ég get skara fram úr og gert kannski foreldra mína stolta, eða þú veist ég er ekki að hugsa, þú veist, heyrðu, kannski ég máli bara að fara og fylgja því sem að mér langar í raun og vera að gera, sko og það er líka máli, þú veist, að ég væri bara til í að sitja sögutíma í dag og bara hlusta fatti ekki mér, sko, shit, það er bara hljóman sem ég væri svo til í að kunna sögu eða bara dröllast aftur í LHÍ og bara njóta þess að vera skilji hef ég áhuga á sögu, á hún eldri ég líka pæla í ættfræðum og eitthvað og minnst það weird þegar ég var í Vestló þá var ég bara eitthvað fucking þá varstu bara að drekka ég bara hata það, sko allt ekki þess svo low-key bara nei, af því ég skil ekki hvað við þetta er svo ótrúlega, ég skil Sigmund Davíð svo vel og hann var líka bara, ég ætla að fara ég hef alltaf skilað hann hvað var hann lengi? Hann var alveg, þú veist, þau áttuðu sig ekkert á þessu held ég ok, svo ég spinn einhverja svaka lega sem Sigmund þetta er mjög sjarmerandi en í því þá er þetta fucking psycho að gera það er bara, þú búið með að skóla og þú eitthvað, ertu ekki vinnu ertu bara mætt, þú ert ekki vinnu ertu bara atvinnulaus, miklu eldri komin aftur bara með hættu let me just sit here for a while ég er alveg líklegt til að gera þetta er low-key psycho do it þetta er bara high-key psycho að
gera þetta. Ekki high-key, sko. Þetta er low-key. Low-key. Þú veist, í mesta lagi low-key. Ef það stótt í mánuð, Var hann í mánuð? Nei, ef hann var það, ég er ekki ok, mættu einu sinni tvisar. Já, funny, það er funny. það er Það nett. fyndið, Ef þú ert En allt skóla. ef þau þurfa að fatta það og vera bara jó, þú ert ekki að vera hér. Já, Hann var ok, ekki mánuð. það er psycho. Hann var ekki mánuð. Nei, ég er að segja, hvað var gaurinn að gera? Hann átti líf. Þú mætir 8 í skólan og þú ert búinn 2 eða 3 bara í hversu langan tíma. Færi síðan heim helgar og ert bara eitthvað, já, skólan, þú ert búinn með skólan. Já, þú veist, ég er aðeins að prófa aftur eitthvað. Prófa aftur. Bara því meira sem við fyrir minni það, því meira psycho verður þetta. Er ekki hægt að fara í eitthvað svona mýmir endurmenntun? Þú getur verið, þú Það er getur ekki fara MR í sama bekka og vasti, sko. Nei, hann gæti kannski, það er kannski svarið. En það er að fara öldungadeild í Versló. Já, það. Líka bara í Tröllaskólan. Ég farið aftur í Versló bara. Ég held það. Eða því, Þú myndir vera kóngurinn. bara marmara Ég er marmara lávarðurinn, sko. Já. Mér langar smá að dempa okkur í sko, af því Hraðspurningar. að mér líður eins og við séum smá Við erum að blaðra, Við erum að jeppa. missa allan tíma. Pót eiga að vera 4 klukkutími annars. Ég er svo sammála, megum við vera í 4 klukkutíma. Þú veist alveg, já, en ég þarf að fara í matabóð, sko. Já, ég er líka bara að borða með vinkonu minni, I guess. Ég er bara eina á gólfinu. Ég get verið... En við verðum að fá hendi ykkur í nokkra Já, liði, sko. hraðspurningar. Jú, tegum hraðspurningar. Já. Ok, þetta virkar þannig að fyrsta spurningin er fyrir Unni, svo er Aron, svo er Unnur Aron. Já, en við erum með sömu spurningu. Nei, segur spurning. Ok, Sikkur spurningu, ok, þannig að ég byrja. já, þannig að þú ert með fyrsta, ok. Ok. Hver er besta leikona allra tíma? Meryl Streep. Ok, Aron, hvenær stalstu síðast úr búð? Það er mjög langt síðan. Ég manna ekki eins og. Ok, Unnur, heitasta kona allra tíma? Oh fuck, Penelope Cruz. Ok, flónir eða byrnir? Flónir eða Birnir? Flónir eða byrnir? Ég ætla að segja Birnir. Ok, Unnur, besti sleikur sem þú nokkuð tíma farið í? Ég veit að kærasta minn. Ok, myndir þú fara í blackface fyrir 5 milljónir? 5 milljónir? Sko, nei, en 30. Robert Downey Jr. þó. Tropic Thunder. Tropic Thunder. Það er jú á að segja nei. Nei, ég ætla að segja nei. Dónalegasti íslenski leikarin eða leikonan? Dónalegasti? Dónalegasti. Ó, ég veit að örgulega Þórhildur Þorleifs eða eitthvað, þú veist, bara, já, skilur, dónalega, nei, þú veist, guð, ég trúi ekki að það setja, allavega, ok. Damn! Nei, þú veist, hún er ekki dónaleg, hún er bara iconic, hún segir hlutinu bara eins og hún eru og sem eru viðkomið fyrir því og er eitthvað, þetta er dónalegt og maður er eitthvað, nei, hún er bara að segja sem henni finnst. Já. Give her a break. I love her. Ok. Leiðilegasti íslenski leikarinn? Leiðilegasti íslenski leikarinn? Fuck, yeah, I don't know. Magnús Mix. Leiðilegasti íslenski leikarinn? Ég bara... Magnús Mix. Djók, ég elska Magnús. Ég veit, wow. Ég bara... Þetta eru hraðspurningar. Ég veit það maður. Spyrjum svar. Unnur Bakmann. Unnur, leiðilegasta listgreinin? Listgreinin. Allir listgreinar. Grafískur hönnur. Fair. Ok, Aron, heitasti maður allra tíma? Heitasti maður allra tíma? Tom Hardy. Ok, það var skrítið hljóð sem þú gerði þannig. Það komur svo margir í hausnum mér. Ég verði að velja einn. Ég verði að vera fljótur. Hún fekk smá í hann hana. Kemmaður í beinni. Ok, þetta var ekki fyrst að Ó, er það búið? Já. Ég var bara rétt farin að hérna, sko. Ok, shit. Já. Ok, bara mjög góð sögur allstaðar. Já. Reynda að leiða þetta með flónir. Það var ekki sátti við þetta. Fílar ekki Já, líka bara flónir. Flónir eða Birni, já, ég þá að segja Birni. Já, nei, þú veist, ef ég þarf að velja milli þá þarf ég að velja Birni. En Flóni er náttúrulega minn maður líka og ég bara, hann á risastóran stað í mínu hjarta. Ok, það er ekki að Ef ekki taka notes roulette. Ég var bara að gleyma því. Hvað er það? Ok, já. Notes roulette. Já. Fuck, já. Það virkar þannig Það er að crazy. þið skrollið á notes og þegar við segjum stopp, þá verður að íta á eitt notes og svo verður að lesa það sem stendur í því. Ok, og ég byrja bara. Já. Tilbúin, Já. Stopp Ok, og bara, og íta það. þetta er í ykkur svona skrítum, þú veist, þetta er svona, þetta lukkar svona. What the fuck? Ég veit það. Ok, ég get ekki sett þetta í lista Hvað er venjuleg nótið? Hérna, view as list. Ok, Ég held að segjum sko Ok, gerum entering þetta. the vault of bara... Skrollaði. Stopp. Hérna, Já. þessi.
Og hvað stendur? Það stendur Júsú. Öddi blösketsin með franskarnar. Paul Allen kart. Ok, shit. Ok, klukkan hvað var þetta að skrifa? Já, 1904, 28. ágúst 2025. Ok. Viltu eitthvað elaborate eða ætlar bara að keep it mysterious? Ég veit hvað þetta er. Ok. Og bokka þar, fyndi. Sko, já, þetta er sem sagt, ég var að gera 2 auglýsingar fyrir Júsú. Ég var að skjóta þér, ég var að leikstýra þeim og ég var með 2 konsept. Og fyrsta konsepti, sko, Öddi blöðsketsin var hérna þegar hann kemur í lúu og er með franskar. Sem sagt, hann er að biðja franskar, hann er bara ekki að keyra í lúu og þetta held í svínasúpunni eða eitthvað og hann er eitthvað svona, sælir, ég ætla að fá hérna franskar, já, hvernig er það að steikja franskarnar? Og hann er eitthvað, ég veit ekki, í pott, já, hvernig pottur er þetta? Þú veist, ég veit ekki, er þetta Steve Martin potturinn, er þetta 400 watta, þú veist, í hvað er þetta lengi, bara, ég veit það þetta var ekki. svínasúpan. Og hann er basically bara eitthvað að rósta gaur í lúu með franskar og hann er bara eitthvað, ég læt yfirmanninn vita, þetta er eitthvað, mjög fyndið. Þannig ég gerði mig eitthvað svona afbrigði af þeirri auglýsingu, sko. Basically svipað þegar þeir voru að skipta franskar. En síðan vorum við með hérna Paul Allen kartið er hérna, það var eiginlega, ég var spenntari fyrir því, en það beilaðist eiginlega. Það voru við með American Psycho, senan sem voru múkslega vinsæl, þar sem að Christian Bale, sem verður að sína nafnspjöldin hjá hverjum í myndinni í American Psycho. Það sem er eitthvað svona, let's see Paul Allen's card. Að þá var ég það með, sko, þá var ég Júsú, þá vorum við með svona stórt fundaborð og Júsú var ég mættur, Túgæskaurinn, Tommi á búlunni og hver var meira, Tommi á búlunni, Júsú og svo var ég síðast í endakallinn, sko, þú veist, þá voru öll að sína franskarnar, sjáu þetta, nýjar franskar, hvernig finnst ykkur? Stökkar, McCormick, þú veist, léttsaltaðar og svo eru öll að sína franskar og svo kemur, þú veist, let's see Paul Allen's card, þú veist, loka spjaldi, sko, sem að tröllir í öllu og þá væri það, fáum að sjá bitabílinn og þá var það sem sagt amman í bitabílinn, sko, gellan hérna í bitavagninum niður í bæ sem allir kaupa hérna sveittu franskarnar og sveittu burgerinn en þetta er bara svo fucking gott, það bara elska þetta allir bara borða þetta er bara vel saltað, bara í ómerktum hvítum poka, bara sveittar og þá kemur hún bara og skellir þeim að borðu og að veipa og allir bara sjáu þetta, ómerktu umbúðir bara en þú veist, þetta hefði verið sketsinn. Þú voru að hendi þetta? Hann beilaði, Tóma Búllunni beilaði, maður. Það var allir til nema... Ég get lamið hann fyrir því, Ég finn hann í fjöru. I got him, Þannig að við þurftum að breyta þessu, breytum við síðan. Ok. Bara eitthvað ass. Þú með notes? Já. Þá ég bara... Skrollaði. Ok, Aron segir stopp. Jú! Fucking land. Hvað er þetta? Jú, þetta er mjög langt, en þú veist... Hey, you gotta read it! Svo leiðilegt, sko. Já, ok, mitt var líka leiðilegt. 18. janúar 2026, heimil og hugmyndir. Ég keypti mína fyrstu íbúð þegar ég var 18 ára gömul fyrir tæpum 10 árum síðan dag. Það eru líka 10 ár síðan ég byrjaði að versla í uppáhaldsbúðinni minna á Íslandi, heimil og hugmyndir. Þú veist, ég bara, já, ég stend alveg með þessu, sko. Þarna var ég var að gera, ég var að gera TikTok og það er bara erfiðasta sem ég hef þurft að læra er að tala yfir TikTok og þetta var ennþá á þeim þú veist tíma þegar ég þurfti að skrifa textan og lesa hann af því ég var bara ég gat ekki, mér fannst það svo fucking ágæslega erfitt þannig að þetta er bara síðan þá ég var bara eitthvað að ákveða hvað ég vil segja þetta er galið leiðilegt nót en já vilja hana ok, byrju ég ætla bara að skrolla svona, ok. Já, fara alveg efstu upp. Fara alveg efstu upp. Og svo skrollar þau niður, ok. Það sem hún gerði, sko. Ertu komið neðst niður? Já! Stopp! Nei, ok, fara inn í þetta aftur, fuck. Þú ert alveg búin að rugla hérna. Ok, stopp, fara niður. Stopp! Og íta á það. New note, no additional text. Nei, bara hérna. Þú veitir ykkur. What is that? Ég óttaðist að öskur hans gerðu flog hennar verri því nú stóða miklu lengur en venjulega og meðan og eftir stundi hún lengi af sársauka. God damn. Hvað er þú að skrifa í nót? Já, ég veit hvað þetta er. Sorry, þetta er 4. janúar 2025. Ég var í Storytel
Ég var að leiðrétta. Já, þú veist. Og Baldur, hljóðmaður minn, við fundum ekki staðinn. Þannig að þú veist, þegar við leiðréttum í Storytel, þú veist, þetta var einhver ofbeldisbók einhverja unglingsstelpu sem var fyrir ofbeldi. Já. Og þá, þú veist, þá les ég, þú veist, lína aftur að það vill í henni. Þannig að já, þetta er síðan þá. Ok, mjög gott. Mjög gott. Já, ætlum við líka að gera. Er það ekki? Jú, hvað, Ok, ætla þú að segja þetta upp eða? Ok. Við verðum að ná power rank, svo. Já. Ok, stopp. Stressandi. Það stendur bara Nokia með Drake, sko. Nokia með Drake! Klíðan 11:30 10. apríl 2026. Já, baby girl. Á Átó? Sem location líka? Nei, ég bara man að þetta var Átó. Emilía hefur verið að skottast á autunni og Daði hefur verið að spila. Hvað var þetta? It's a sham. Nokia með Drake. Ok, stopp. Damn. Ekki reyna þetta, sko. Ég stendur bara hakk, kjötkraftur, parmesan, rifin-ostur, bolognese-sósa, síðurjómi, kótasala. Það gerist líka síðan. Þetta er eiginlega lókið eina sem ég nota notes... Ég sagði stopp sjálf. Ekki að segja stopp. Stopp! Do artists who influence our teenagers have an obligation to promote healthy body image? Sorry, Já, þetta er alveg spurning, sko. Þetta er alltaf spurning, sko. Já, ok. Við erum að vinna með Power Rank, Icelandic Actor Style Edition, Emily Edition. Let's get into it. Þeir eru að fara að ranka þetta. Ég verð alveg að fara. Slaka á. Ok, gera þetta hratt. 1 upp í 6. Þið verða að setja þetta í sæti og þið viti ekki, þetta er blind rank. Já, ég veit ekki, þetta er blind rank. Hverju meira fyrir henni erum við að gera þetta saman? Þið eru að gera þetta saman en þið eru með sitt hverju skoðun, fattur ég? Já. Þið þurfum ekki að vera sammála. Þið með vera ósammála. Ok, þannig að fyrst er Hildur Vaka. Hildur Vaka? Hanna Gellan í Moulin Rouge. Hildur Vala? Hildur Vala minni. Hildur Vala, Hildur Vaka. Hildur Vaka, ég bara... Fyrir átti kærasta mín. Hæ? Já. Ok, goddamn. For real, ég vissi það ekki. For real, já, hún var saman á leikskóla. En hérna... Já, god. Hvað er alltaf að setja hana? Sko, er sex best eða hvað er það? Sex er verst, sko. Sex er verst. Hildur Vala. Þetta er bara, hér er verið að sko... Ef að setja henni 3? Já. Mitt á milli? Já. Bara höfum hann í 3 og við miðlum bara. Já. Ok, stór gott. Mikael Kåber. Þetta er allt kollegar okkar á sama líka aldri sem gerir þetta ennþá að því þau eru bæði frábær, þú veist, ég bara veit ekki hvað kemur inn í end, skilur við. That's the name of the game. The name of the game. Ok. Eru þið að gera þetta saman bara? Já, við erum að gera þetta saman, ég stend... Viltu fara í tvistinn? Viltu setja henni í tvistinn? Nei, fjarskan. Við erum með komið þristinn, fjarkinn. Setjum maður í fjarkinn. Hann getur alveg höndlað það, þú höndlar það alveg. Þú höndlar það alveg. Það er heitur og sverrit og þú hlutur hlutur koma okkar. Þegið bara, út í fjarkinnum nú. Ok, þá erum við með næsta lista, Sigga E. Nei, Sigga E. Sigga E. Gengur þú ekki heilt í skóar? Sigga E. Sigga E. Norris. Sigurður myndi ég setja bara í tvistinn að því mér þykir vænt. Nei, ég má náttúrulega ekki, það má ekki vera neinn fræntigli en eins og allstaðar. Ekki fræntigli. Já, en ég meina ég samt, já, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé trick question, ég held að sé að fara að koma ykkur að neglur, sko. Ég held að séu 2 neglur að fara að koma, ég meina hann er negla, en ég bara segja, ég bara hef séð svo mörg svona power ranking, eða svona ranking dot, sko. Veist hvernig það virkar? Ég veit hvernig það virkar. Ég held að við verðum að setja hann í 5-na. Hann getur alveg handa, hann er nýleikarinn, hann er, þú veist, hann er ekki búin að vera markmann lengi og hvað, setjum hann í 5-na. Fuck it. Já, ég myndi sjálf vera glöð með 7. sæti í þessu tilfelli, af því þetta er bara eitthvað svona, já, allavega, ok. Hlýtur að koma eitthvað blind side húnna. Ok, við erum sérst með, Berglind, what's her face skrifaði því mann ekki alveg. Hvað hann heitir? Berglind Gellan, hvað heitir hún? Hvað er það um? Já, Berglind sem er að leika líka með hérna í, já, þú veist, þetta er allt svona sami kaliber, þetta er allt mjög ungi leikarar. Já, Berglind. Já. Alda. Já. Afsakið þetta. Berglind Aska. Berglind Aska. Já, Berglind, þú veist, ég meina á hvað? Ásum 2 eða 6. Nei, þú stýrir þessu skipi, ég get ekki með nokkru móti sagt ykkur, þú veist, bara þetta er... Ég er bara svo mikil spennufíkil, ég held að það sé að fara að koma það, ég bara sett hann í 7. seti bara, fuck it. 7. Já. Við erum að fara að klippa þetta allt til, þið vitið það.
þá byrju, já, hvað þá eftir? Ása Tvistur. Ása Tvist. Ása Tvist, ok, það alveg frekar lame. Þá sem ég með síðast. Ég ætla að taka þetta í hina áttina. Ég með með Arnór í Tuttu og eitthvað. Í þeim þáttum þá. Arnór, ok, tveir af þessum einstaklingum bekkjabræði mínu, Ég sko. veit allt Þú um ert að það. gera mér algjöran óleik. Ég veit allt um það, Take it away. Já, Nóri náttúrulega bara í Tvistinn, sko. Nei, Nóri Ásinn, það alltaf iconic, Nóri Ásinn. Já, Nóri minn fyrir Ásinn, væntanlega. Nóri fyrir Ásinn. Hver þá í öðru seti? Í öðru sæti fer þá Katla Njálsdóttir. Ey, jó, ég fucking vissi það. Nei, ok, Katla Nei, og það er ekki Nóri. hægt að breyta. Nei, Það ég er veit bara- það. það er ekki hægt að breyta. Þetta er blind ranks. Þetta er sko. blind rank. En baby. Katla og Nóri eru ándjóks bara iconic Ég veit það. manneskjur Þetta er til samt að vera alveg- í þetta er ásnum iconic. og tvistinum, sko. Já, þetta er alveg iconic listi, Já, en til þeirra sem Þetta eru er mjög aftan á Dream honum. Blood Rotation listi. Já, þetta er Þetta er alveg bara, já. Berglind, we sorry, skilji. Já, já. Nei, Berglind þetta Berglind er hefur búin að standa sig ekkert ekkert- eðla við, ég er ekkert Berglind eðla er ánægð bara- með Berglindi já. og bara hún má heyra það Já, og hún er það bara- allir á þessu lista þau eru eru öll frábær, frábær. frábær leikarar. Hver finnst þið vera heitastur á þessum lista, Aron? Hver finnst mér vera heitastur af gaurunum þá? Og að gælunum? Mikael Kopper er væntanlega heitastur. Ok. Já. Shit. Vá, þetta er hræðilegt. Þeir eru allir mjög álitlegir, þessi menn, samt. Já, af öllum þessum lista er hann bara með yfirburða Hann er náttúrulega bara eins og... með þetta fucking, þú veist, hann datt í pottin þegar hann var yngri, skilur, genapottin og er bara eitthvað ógeðslega sætur, eitthvað, ég er íþróttálfurinn, er ógeðslega heitur með sixpack. Já, Er hann með sixpack? Er hann með sixpack? Hann fucking Já, eightpack hann með eða eitthvað? eightpack, sko. Fucking- hann er eitthvað. Ég læt hann heyra það, sko, hann Hann veit og alveg, Guðrún ég í læt hann heyra gúmmíbát. eitthvað fucking too hot for this Hann business, og sko. Guðrún í gummibát. Oh my god. Já, þau þau eru eru við saman. saman, sko. Já, ég ætla Er að það starta að skví, er kjafta það þessu. stjátt að kjafta þessu? Þau eru Nei, byrjuð já. saman. Það var beauty tips, sko. Það er old news. Nei, það... Ó, Er það ekki? ég vissi ekki að þetta var dæmi. Ég held Þetta er að- dæmi, sko. Ó, Já, já, já. Þau voru að gera stönd daginn. Þau leittust inn á körfuboltaleik courtside og þau voru að kaupa sér hús, held ég, og þau eru í ruglinu, sko. Já. Já. Ég elska leika saman í Guðrún í sýningu. gummibát. Já. Sko, já. Já. Örgulega. Nei, mér finnst það allir álitlegir, sko. Þeir eru allir með sitt eigið. Allir mjög myndalegur, allir Já, fallegir, sko. og konuna líka. Þetta eru bara... Bara þegar þú færst stimpilinn að vera gullfallegar konur. íþróttálfurinn, þá ertu bara, hey, Hei, já, you got it. já. Já, já. Eitthvað sem henni búi, sko. Hvað er það? Nei, dýri, menna ég, dýri. Það er Dýri. upp á alls Já, já, íþróttalaginu. já, já. Hann var alveg fyrir okkar Dýri tíma. sem var að hætta og Mikki tók í kemlinu. Já. Þetta er svo fyndið. Elsku kallið, þú ert nú bara eins og Sola Styrða. Er það ekki? Jú. Já, það var nefnilega, það var The Move, sko. Það var Það var mjög Það var The Move. Ég Já. líka með fleikan penna, sko. Sollurnar hafa alltaf að segja var Solla. Já, Hildur var lagið Sola núna. Já, Já, ég veit. facts. Já, ég Já, vissi shit, það. alveg mín, þú ert að vera í matabæð. Þú ætla að taka átróið. Já, Já, ég ætla að Býtu, taka áður en tökum átróið, verðum við ekki Já, Að taka mynd? að sína Nei. þetta, sko. bara gefa þessari mynd recognition. hvað er þetta? Þetta er mynd af mér og Emily í sleik. Já, býtu, hvenær gerist þetta? Þetta gerir sem sagt á Gay Pride. Bara núna. Já, bara síðustu helgi. Alfreð fór sem sagt í sleik við mig og ég við eitthvað 60 kallmann. Nei. Æðislega. Hvor er hvað? En býtu, hver er Hvað er þarna í hvað? sjokki á Já, ég sé. hliðinni? Ég bara veit það ekki, sko. Nei, þú Fint sleikur, hún er bara eitthvað jafla örfið. En þess við erum að dyrka þetta. Þetta er iconic. Þetta er bara lesbian lovers. Bing, bang, dingalingaling. Það þarf Já, að prenta þetta út í aðeins betri gæðum samt. Já, Eða jú. þú veist, það þarf að prenta ég prentaði þetta bara út í vinnunni, ég vinn á frístundafili, sko. Þetta ramlar heil. Svona 3 sprenta. Já, við ætlum að ramma Meanwhile, í frístundinni. Já, það er þetta í gangi. Þetta er stemningsmynd samt. Já. Þetta er geggmynd. En ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir elsku Já. Takk fyrir fólk að fá okkur. að koma í talaði við mig. Já. Heiður að fá ykkur, heiður að fá þig líka, Álfur, takk fyrir að koma. Því líka heiður að fá að koma til ykkar í Já. ennum þátt. Já. Bara anytime, sko. Nei, já, og við erum sett komnar úr sumafrí loksins og erum komnar aftur on the boat. Þannig að þið bara Við sjáumst að viku. Já, með búist við neglu í Já, næstu það er viku. negla í næstu viku líka, Já. sko. Ah, nice. Þannig að bara talið við okkur og peace out. Peace out. Þú ert að hlusta á Talaðu við mig á Samstöðinni.